Á bænum Hjaltastöðum í Skagafirði, ekki svo langt frá Varmahlíð, býr Anna Jóhannesdóttir hönnuður ásamt bónda sínum Þórólfi Pétursinni. Anna varð óvinnufær til venjulegra bústarfa fyrir nokkrum árum sökum brjóskloss og slitgigtar og ákvaði kjölfarið að leita leiða til að láta drauma sinn hönnun og listsköpun verða veruleika. Þetta hefur alltaf verið svona afskaplega nærri mér að geta að gera eitthvað, skapa eitthvað. Mér alltaf þótt afskaplega gaman að vinna í svona lifandi efni. Þetta svolítið öðruvísi heldur en að vera bara í útsaumi eða... Kannski ekki svo langt eftir efninu að fara eða hvað þú? Þetta náttúrulega alveg kjör. Þetta náttúrulega efni sem eru við bæjardyrnar hjá okkur. Og ég satt best að segja afskaplega hissa á því. Það skulle ekki vera fleiri sem að hérna í firðinum sem að bara hafa einhverja framfærslu sína af þessu. Stundum bara lífið svoleiðis að þegar manni finnst að öll sundu vera lokuð, þá bara opnast bara eitthvað nýtt og tækifærin bara eru allt í kringum mann. Þetta snýst það bara hvernig maður tekur áföllum. Og ég náttúrulega fjall alveg fyrir hlýrarúðinu hérna í byrjun, sem er náttúrulega alveg einstakt. Ég búin að sauma afskaplega mikið úr því, mikið af vestum, kallmannavestum aðalega og það eru náttúrulega gripir sem ég saum bara eftir máli af því þetta verður náttúrulega allt að passa. Fjölskyldan hefur öll brennandi áhuga á hestamennsku og því sem snýr að henni. Það kemur því ekki á óvart að hnakkar og reiðtíu séu miklu uppáldi hjá Önnu en hún er einmitt að hanna alveg sérstakar dýnur sem passa undir hnakkana. Ég fór í samstarfið 2 tamningameistara, Sölva Sigurðarson og Björn Varmalegg í byrjun til þess að fá þá til þess að hjálpa mér að finna út réttu áferðina sem við þyrstum í þetta til þess að þetta yrði ekki á hált, til þess að það rynni ekki til á hryggnum og hestinum og líka til þess að þjóna þessum tilgangi að örva blóðflæðið í bakvöðvan. Þetta kemur, þetta virkar þannig að hesturinn er alltaf hlýr en svo tekur þetta svo vel til sín svita, óhreinindi og svo þvægi þetta bara í þvottavélinni. Nú er það? Já, ég þvægi þetta á 40. Ég enda með sérstaklega leðursoppu. Fyrst er ég nú að dunda við að þvoða þetta á 30 afskaplega hrædd með að ég væri að skemma þetta. Þetta myndi hlaupa eða verða hún í. Og svo fór ég bara að þvoða þetta á 40. Já. Og það gengur? Það gengur vel og hérna Ísólfur á Lækjarmóti og hans fjölskylda þau nota þessa dýnur eingöngu og hljóta nú að vera meðmæli. Já, það eru mikið meðmæli því að Ísólfur og Þórir faðir hans þetta náttúrulega menn sem eru bara í sérflokki hvað varðar velferð íslenska hestsins. Þeir eru alltaf að hugsa hvað megi betur fara. Börn Önnu hafa fylgt móður sinni í áhuga á hönnun og vinnslu handverksins og taka virkan þátt í hugmyndavinn og markasetningu varanna. Smálambaskinnin eru til dæmis í miklu uppáhaldi og berast oft beiðnir sér hönnun á þeim. Það er hundakápa. Það barst hérna beiðni fyrir jól hérna dóttir mín sem býr í Kópavoginum, hún spurði mig að því hvert ég treysti mig til þess að gera hundakápur fyrir vinkonunnar. Og þá úr lambaskinni? Já, þetta er smálambaskinni. Þetta er sko rolsinn, get ég sagt. Smálambaskinnin, þau hafa alveg ótrúlega eiginleika. Þú svitnar aldrei undan þeim. Þau lofta svo vel, en þeir eru samt alltaf svona notalega hlýtt. Og það er náttúrulega það sem að þarf fyrir þessa tegund. Litlu púðlur. Já. Notarðu þau í eitthvað annað lambaskinnin sem að... Já, fyrst var ég nú búin að horfa svolítið á þetta. Ég var búin að eiga nokkuð skinn á borðshorninu hjá mér í hérna bara þó nokkuð tíma þangað til að ég svona datt ofan á hvað ég geti hugsanlega gert við þau. Og ég fór að gera hérna, byrja á að gera með kraga. Ég var að fara í hestaferð og nýbúin að slæm í hálsinum og hérna var svona aum og ákvað að prófa þetta því að ég hélt að þetta væri efni þetta er efni sem þú setur ekki á bara fyrir lúkið. Nei. Af því að þetta er í raun og veru svona náttúruvænt. Þetta er eitthvað sem er alveg með ólíkindum bæði að vinna úr því og svo er þetta þessi léttleiki og samt
svona hlýtt. Já. En Anna hefur einnig verið að gera upp gamla söðla með góðum árangri. Já. Þetta söðult sem að tengdafæði minn hefur mjög sennilega keypt þetta á Aksjón sem að voru þessar 60 aftafni þegar fólk var að flytja úr sveitinni á mölina eða jafnvel vestur haf. Já. Og þetta söðult sem við erum að gera upp. Þú segir við? Já, ég með alveg digga aðstóðakonu í þessu sem að allar svo að fá þennan söðul sem að kemur helt annars slagið og hjálpar mér við þetta. Voru þeir smíðaðar á Íslandi þessir? Já, þessi voru smíðaðar á Íslandi. Og þessi söðul afskaplega heillegur, það í rauninni ekkert að trévirkinu í honum sem skemmt. Nei. En það einn kuppur sem við þurfum að setja nýjan í þetta. Og hann kemur hér undir. Það allt og sumt sem þarf að breyta. En ég var aftur á móti að gera upp söðul sumar sem að allt tréverk var ónýtt á. Já. Hver einasta spýta. Anna hefur í samstarfi við gestastofu Sútarans á Sauðárkróki kennt fjölmörgum leðursaum og eftirspurnin svo mikil að það fullbókað á nærri öll námskeið fram í apríl. Þetta náttúrulega afskaplega skemmtilegar aðstæður þarna. Á saumastofunni, þetta eru góðar vélar, það eru nógplás og náttúrulega ráefnið alveg bara flæðir í kringum okkur. Svo náttúrulega annað þetta, vinnan mín hérna heima náttúrulega þannig að ég svo mikið ein. Og þetta náttúrulega alveg yndislegt að geta komist út og hitt bara rest og gott fólk og jafnframt að geta bara fundið það að maður að gera eitthvað sem eftirtektarvert og gaman að fá að læra.